Og sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, við erum farnir í aðeins í NBA og fleira til. En á línunni komin höfðingin sjálfur Baldur Bekki á NBA Ísland. Góður blessaður og sæll, meistari. Blessaður sæll. Hvernig hefur það? Ég bara ljómandi góður. Já. Og hvernig líst þér á það að NBA-deildin sé að fara að hefjast? Það náttúrulega bara dásamlegt. Já. og allt komið, eða verða komið á fullt heima líka og, og það alltaf, þú veist, þegar haustar það þá, ég menna sumir farið þunglindi þegar að skammdegi byrjar en við körfubolta unnendur tökum gleði okkar á ný. Nákvæmlega. Ef ég byrja hérna heima á Íslandi þá var náttúrulega deildin bara hefjast reyndar, þannig er ekkert að segja mikið, en svona fyrir tímabilið hvernig, já, hvaða lið finnst þér fara að berjast titilinn í ár? Ég var nú búinn að lýsa því yfir að KR ætti að taka það og ég svona í byrjun tímabils sé ég ekki hvaða lið ætti að veita þeim alvöru samkeppni titilinn. Ég sýnist gáliðið bara að vera þannig mann að það verður rosalega erfitt að ryðja þeim úr vegi. Talan um eftir að Grindavíkurliðið er að missa sigurð og þannig að ég á eftir að sjá að eitthvað annað lið en KR verði Íslandsmeistari. Já. Og þó að þeir hafi mist sin sterkasta leikmann á síðasta tímabili Martin, að þá, já, virðist þetta lið vera það svona sterkt á blöðunum að breyta engu máli. Já, meina, það er ljómandi góð breytt í þessu liði og svo náttúrulega fá þeir til sín Bandaríkjamann sem var einn besti leikmaður síðustu leiktíðar og sem er alveg sko sem enginn ræður við inn í teig, þannig að þú veist, og já, þeir eru með ljómandi breytt og mér sýnist Brynjar að svona taka svolítið bara upp þráðinn það sem að Martin lagði hann frá sér og svona hann hefur verið grimmur í haustleikjum og hann nóga strákun sem geta skorað hann hjá KR, þannig að þeir verða alveg rosalega erfiðis. En svo eru, já, Friðrik, hann er komin að þjálfa Njarðvík á nýjan leik og já, hann er náttúrulega svolítið galdrakall allan síðast þegar hann var að þjálfa. Já, heldur betur. Það er rosalega gaman að Friðrik skuli vera komin í bransan eftir og verður gaman að sjá hvað hann og Teitur ná að galdra fram með þá grænu. Það er sama þar kannski eins og með nokkur önnur lið að það er náttúrulega við erum að það er náttúrulega bæði gott og vant að við erum að missa unga og efnilega leikmenn náttúrulega út í skóla og atvinnumennsku og annað því nýtt, en það er náttúrulega gott fyrir þá og gott fyrir eins og fyrir landsliðið okkar en það er náttúrulega leiðilegt að sjá eftir þessum snillingum úr landi og njóta þess ekki að horfa á í deildinni hérna heima, stráka eins og Martin sem eru búin að skemmta manni og Elvar í Njarðvík og fleiri sem eru búin að skemmta manni undanfarin ár. En það er svona eins og ég meina það er fullt af ungu strákur sem eru tilbúinir að fylla þeirra skarð og bara taka við keflinu og hóta því að verða næsta sterka kynslóð. Og já, með við svona, já, hvernig með það að það færi náttúrulega Bandaríkjamenn í deildinu og þannig og það virðast alltaf koma ungir og sterkir leikmenn inn í þessa deild núna og sennilega bara næstu árin. Já, það er svona það sem að hefur, það er náttúrulega skipta skoðanir alltaf þessar reglur varðandi erlenda leikmenn en og það, þú veist, það getur vel verið að deildin náttúrulega sé eitthvað aðeins lakari fyrir vikið en
mér finnst hins vegar þessi þróun sem hefur orðið síðan útlendingunum að fækka, það mér finnst hafa skilað sér bara beina leið í því að íslenski strákar hafa verið að fá fleiri sénsa og þeir hafa það sem meira verið að nýta það. Það er eitt sko, það er eitt að fá sénsinn en það er annað að nýta og það er verið að sjá fullt af strákum ég að gera það, þannig að það finnst mér alveg frábært. En nú þannig að með við úrsliti í fótboltanum í kvöld að þá lítur allt út fyrir að jafnvel að í framtíðinni að við erum að fara að sjá jafnvel Íslandi í fótbolta og körfubolta í lokakeppnum Evrópu. Það er náttúrulega lygilegt og það er ótrúlegt að horfa á það sem að landsliðin okkar eru búin að vera að gera núna í haust. Það er bara menn þurfa að klípa sig og trúa þessi og þessi úrslit í fótboltanum í kvöld sko, eru bara lýgilega sko. Bæði bara þessi strákar, þessi frábæra kynslóð sem hefur verið að gera góða hluti náttúrulega í yngri landsliðunum og virðist vera að springa út núna og svo náttúrulega bara þjálfarinn náttúrulega bara heimsklassa þjálfari sko. Það er bara að sýna það og þetta er alveg maður bara búin að vera með gæsahúð í allt kvöld. Aðeins að NBA, nú er deildin bara hafin. Þetta er allt að byrja, undirbúningstímabilið stendur sem hæst og nú er ekki nema hálfu mánuður í að deildakeppni fara á stað. En maður er svona að fá forsmekkin að þessu og það er alltaf dásamleg tilfinninga þegar þetta fer á stað aftur og maður heyrir ískrið í skónum og fer að sjá svona þessa og það er mikið af félagaskiptum og nýja andlit á nýjum stöðum og það náttúrulega ríkir rosalega eftirvæntingar fyrir liði Cleveland Cavaliers sem að náttúrulega svona verður það lið sem að kannski tekur stærsta stökkið í vetur svona fyrirfram ákveðið. Enda búið að endurheimta tíndarsoninn og LeBron James og bæta við sig stórstjörnum eins og Kevin Love og fá svo nokkra gamla reynda jálka fyrir svona inn svona og mynda góða blöndu með ungum efnilegum leikmönnum. Þannig að það verður rosalega áhugavert að sjá það lið. En svo reyndar þegar þetta fer að stað núna náttúrulega, við getum náttúrulega talað í alla nótt, það nú bara þannig að því að það er búið að gera svo mikið í sumar. Heldur betur. Með liðin og fleira og ef við nefnum bara, kannski ef við förum aðeins í gegnum Austurdeildina, ef við förum svona stutt yfirlit yfir því hvaða lið eru þarna sterkur, þú varst náttúrulega minnast með Cleveland, en hvernig með gömlu félagsliði Browns í Miami? Ég meina það er svolítið borið á því að menn hreinlega afskrifa Miami-liði af því að LeBron James fór þaðan og það er svo sem kannski skiljanlegt upp af þessu marki en það má nú ekki gleyma því að þetta verður enga síður hörku körfuboltaliði og ég meina það kemur í hlut Luol Deng fyrir Chicago og Cleveland manns að fylla skarð LeBron James og hann er auðvitað ekki sami leikmaður en þeir eru búin að fá þarna menn eins og Josh McRoberts frá Charlotte og þó að sé útlit fyrir að þeir missi menn eins og Ray Allen og svona þá er þetta lið fullt af mönnum sem kunna körfubolta og menn sem að þekki ekkert annað en að vinna og svo þetta með hörku þjálfara þannig að ég meina þetta liður kannski ekki fara að keppa meistaratildilin eins og það hefur gert síðust ár en það er engin ástæða til að afskrifa liðið alveg. Nei, nákvæmlega.
En svo náttúrulega, já, við förum stutt yfir vestuliðin, það náttúrulega meistararnir, þeir eru náttúrulega, eru þeir með mikið breytt lið? Þeir eru bara með nákvæmlega sama lið. Nákvæmlega. Og nema árinu eldri. Já, árinu eldri og það er rosalega freistandi að detta í þá gryfju að afskrifa þetta lið sem að hefur verið að gera spámenn af fíblum í 7-8 ár. Já. En ég ætla ekki að falla í þá gryfju. Ég meina, það er ekki nema nokkri mánuðum síðan þetta lið gjörsamlega straujaði næst besta liði í NBA. Og ég meina, sko, jú, þeir eru 1 ár eldri en þeir hugsa vel sig og spila sparlega og ég sé enga ástæðu til að afskrifa þetta lið sem meistarakandidat ef allir leikmenn halda heilsu. Og ég meina, þú veist, ef úrslitakeppni byrjaði í dag, þá væri San Antonio klárlega sigurstranglegasta liðið. En það náttúrulega, þessi vestudeild, hún náttúrulega frekar sterk, þannig að náttúrulega liðin svo Houston, Clippers og Golden State og fleiri, já, það náttúrulega með það að San Antonio bara með ekkert breytt frá því fyrra og þeir hljóta þá að halda bara sínu standi. Maður skildi ætla það ef það sleppaði meðsli, en svo eru náttúrulega að liða bankadyrnar eins og Oklahoma City sem hefur náttúrulega alltaf verið þarna og það eru reynda náttúrulega að berast núna að leiða þetta fréttir af Kevin Durant, verðmættasta leikmanni. Já, hann frá eða ekki í ykkur 11 vikur? Já, mista kosti 1 og 2 mánuði, eitthvað svo leiðis. Þannig að það ljóst að hann missir úr slatta leikjum í byrjun tímabils sem hann náttúrulega getur reynst ansi dýrt þegar uppi staði því að eins og við höfum verið að sjá síðustu ára að það er engin klisja að heimavöllurinn skiptir máli og það er alltaf betra að vera með heimavöllar rétt þegar kemur í úrslitakeppni og síðustu ár hefur sko munurinn á milli fyrsta og kannski annars, þriðja og fjórða sætis, þetta er 1 og 2 leikir. Þannig að ef að Durant missir mikið úr og svona maður skildi ætla að Oklahoma liðið svona myndi þá kannski tapa einhverjum leikjum sem að hefði annars unnið að þá er það fljótt að muna og við skulum vona að þetta Oklahoma lið sleppi við frekari meðsli því að það hefur eins og liðið hefur í rauninni verið sko heppið með heilsu sinna lykilmanna svona heilt yfir síðust ár. Þá hefur borið við að menn hafa verið að meiðast á leiðilegum tímum. Eins og til dæmis í úrslitakeppni þegar þeir lenda í því að missa Serge Ibaka í meðsli og það tvímælalaust hafði gríðarlega mikið að segja í einvíginu við San Antonio. Og það er bara og ekki bara núna, það er bara þannig í gegnum alla NBA söguna lið verð ekkert meistara nema að hafa heppnina svolítið með sér í meðslamálum sko. og ég meina það hefur og sigurstrangleg lið hafa verið að missa menn út í úrslitakeppni og það hefur bara hreinlega kostað titilinn. Það er alveg hægt að rekja það aftur í NBA, Boston og Lakers og Detroit og þessara liða sko. Þar gátu meðsli manna sveiflað inn í gríðarlega. En svona, já, það náttúrulega einn maður sem að menn eru ekki búin að sjá síðustu 2 tímabil að ykkur viti, Kobe Bryant. Já. Hvernig svona staðan á honum núna fyrir þetta tímabil? Ég verði að spyrja hann og svo verði ég líka að spyrja Derrick Rose. Já, ég meina það er nú ekki amalegt að eiga þessa kalla bara inni. Já. Ég meina, við sjáum Kevin Durant leiklega ekki strax og því miður sjáum við náttúrulega Paul George sennilega ekkert fyrir hann þá í fyrsta lagi í vor eftir þetta ógeðslega fótbrot sem hann lenti í með landsliðinu. En í staðinn fáum við vonandi heila
heilan Kobe Bryant og heilan Derrick Rose. Derrick Rose hefur verið, sko, hann tók sénsinn og spilaði með landsliðinu á HM daginn og mér fannst hann aldrei svona komast í takt á því móti. Þó að það sé náttúrulega allt önnur heldur en bjadeildina þá virðist hann svona verið í hálfgerðum vandræðum með skotið sitt og það er mál manna að sko hann sé búinn að endurheimta sprengikraftinn og svona líkamlega burði, það sé góðlagi með það en hlutir eins og svona sem sagt lestur á leiknum og hittni og svona þessar fínisveringar og kannski svona svolítið svona andlega hliðin sé ekki alveg komin hjá hann. En það nú vonandi eftir að slípast bara þegar deildin byrjar og svo að tala það að ég nú reyndar eftir að sjá hann með berum augum ennþá hann Kobe Bryant en allt sem ég hef lesið byrjunina hjá honum er að hann lítur bara ljómandi vel út. Hann er búinn að náttúrulega missa einhverjar tommur í stökkkrafti og þarf að aðlaga leiksinn að því eða sem sagt breyta leiksinu samkvæmt því og hann þarf að svona halla sér aðeins lengra aftur þegar að taka skotin og er svona hefur verið að fara meira mér á póstin og svona eins og þekkt eins og Michael Jordan gerði á sínum tíma með góðum árangri og það verður gaman að sjá Kobe Bryant í vetur. Það er svona helsta ástæðan fyrir því að menn stilla á leikisliði náttúrulega í vetur. Það er Kobe Bryant og fá fylgjast með honum á þessum síðustu metrum á ferlinu því að ekki rekna menn nú með merkilegum hlutum frá leikisliðinu. Þó að það séu komnir menn eins og Jeremy Lin og Carlos Boozer og svona kallar þá er vestudeildin það svakaleg að það er meira en að segja það að þú verður eiginlega bara að vinna 50 leiki til að komast í úrslitakeppnina þarna í Vestlum sko. Og leikarsliðið sko þyrfti einhvers konar röð kraftaverka til að ná að komast í úrslitakeppnina. En það er einn maður sem ég hlakkaði mikið til að sjá. Nú er ég að fara út til Boston í nóvember og er að fara að hitta mína vini þarna í TD Garden og ætla að spjalla svolítið við þessa félaga, svona þær heilu 10 mínútur sem ég fæ að hitta þá. En heldur að vinur minn, hann Rajon Rondo, hann hafi ekki bara náði einhvern veginn í ósköpunum að vera með eitthvað sturtu atvik hérna á dögunum? Kannski. Já, hann var eitthvað með þessu kalli. Já. Þetta ætlar að verða svona, búin að vera hálfgerð svona sápuópera með Rondo kallinn undanfarin misseri. Ég er búin að vera svo fullu tilhökunar að fá loksins að hitta hana mann að því hann var meiddur síðast ég fór út í Boston og ég ætlaði að fá svo sannarlega viðtal við hann og þá var hann meiddur og nú er hann aftur meiddur. Þetta er náttúrulega ekki hægt sko. Þetta er náttúrulega bara dónaskapur sko. Ég held að ég bara hætti að bóka mig far út. Ég held að hann bara slasi sig bara svona rétt áður en svona helvítis Íslendingurinn að mæta. Já, það er í rauninni sama kannski með Rondo eins og með mennina sem vorum að tala áðan eins og Rose og Kobe Bryant að Rondo á pínlítu svona eftir að sanna sig svona eftir erfið meiðsli og það er alltaf þessi stóru spurningamerki svona sveimandi yfir honum og spurning hvað Danny Ainge framkvæmdastjóri gerir hvort að Rose hvort að Rondo inn í framtíðarplönu Boston eða ekki. Það er bara ákveðið spurningamerki og svona það er náttúrulega ljóst að framundan er rosalega uppbyggingastarf í Boston sem er rétt að byrja og spurning hvort að Rondo sem er í þessu til að vinna hefur þolið með því að
taka þátt í því. Ég allan að vonast til þess að nágranni ömmu minnar fari ekki að kjafta í þannig eins að ég hafi tvisar farið núna út upp á síkasti því ég ætla að fara að heimsækja Celtics-liðið og rétt að hitta þá að hann hafi meiðst svona akkurat þegar ég búinn að bóka flugið. Já, þú verður bara að gera þér og góða að hitta menn eins og Marcus Smart. Já, en hann verður ábyggilega treytaður leið og ég tek viðtal, sko. Það gerist síðan, sko, því eina viðtali sem ég tók, hann var svo treytaður bara yfir í Golden State. Sá maður. Hann Crawford, vinnu minn. Já, rosalega, þú ert að jinxa þetta svona svakalega. Já, það bara þannig. En ég fer það Indiana Pacers og og Toronto sem ég næ að sjá þarna úti. Já. En Paul George mittur hjá Indiana, Já, það En segð mér aðeins með Toronto-lið, því að nú ég svolítið spenntur hvernig það lið bara fyrir þetta tímabil. Nú hef ég ekki kynnt mér það persónulega. Nei, Toronto-liðið náttúrulega verið í svona hægri og öruggri uppsveiflu. Það var svona svolítið skondi hvernig hlutin aðtökuðust á þeim bænum. Það sem að til stóð að taka svolítið til og svona byrja pínlítið upp á nýtt enna ferðina og félagi losaði sig við Rudy Gay eins og frægt orðið, en svo gerðist það bara þegar aumingja Gay var farinn að þá byrjaði liðið að vinna. Og þetta var sama og gerðist hjá Memphis eftir að Rudy Gay fór þaðan, þá byrjaði liðið allt í einu að vinna og varð allt í einu bara topplið. Og ég meina þetta Toronto-lið náttúrulega mjög ungt og svona fullt af svona strákum sem að hafa náttúrulega ekki verið mikið í suðhjósinu, kannski eðlilega, því að Toronto-lið náttúrulega búið að verið bara lélegt náttúrulega í mörg ár, en eins og fólk kannski man eftir að það náttúrulega þá var liðið einu skoti frá því að tryggja sér sæti í annar umferðinni í úrslitakeppninni í vor sem leið, og ég meina þeir að mæta til liðs bara með nokkurn veginn sama lið og bara ungar strákar sem árinu eldri og vantanlega mjög hungraðir í að ná lengra, og það kannski svolítið, þetta lið kannski svona á dálítið svipuðum stað og lið eins og einmitt í austrinu eins og Washington og kannski til dæmis Charlotte Hornets, að þessi lið sem eru svona hafa hægt og bítandi verið að bæta við sig og ætla sér stóra hluti, ekki síst þegar Miami liðið hefur orðið fyrir mikilli blóðtöku og Indiana náttúrulega sömuleiðis. Baldur Beck, svona í lokin, ekki von á hörku hlaðvarpi núna fyrir tímabili? Jú, það það. Ég er nýbúin að hendin einu tvöföldu, svona það sem að ég og félagið mér vorum að spá aðeins í spilin svona og svona geta okkur til árangur liðana á komandi leikti svona í takt við spár sérfræðinga í Las Vegas, svona veðmálaspekulanta eins og við gerum ári hverju. En jú, svo fer maður að taka stöðun á þessu eitthvað nánar, það er ekki spurning. Og ég er búin að skrifa uppbytun fyrir Austurdeildina og er að dettin uppbytun fyrir Vesturdeildina núna bara á hverri stundum á segja. Já, nákvæmlega. Baldur Beck, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og hvetjum allir að fylgjast með, það eru náttúrulega tveir mjög skemmtilega áhópar NBA á Íslandi, það er náttúrulega NBA Ísland síðan hérna, og svo er náttúrulega skemmtilega hópur á Facebook fyrir þá sem ekki vita af honum, þarna NBA spjallið. Já, það er einhver hellingur af fólki þar. Ég hef nú ekki orðið svo frægur að taka þátt í því, en það er alveg mjög líflegt samfélag. Já, þetta er alltaf á fjósatíma hjá mér hann. Já. En sláturtíð
að hefjast hjá körfubolta áhugamönnum og meðan það að ljúka hérna í sláturhúsum. Þannig að, en það fjörið hefst núna bara, hvað sagðirðu ekki, eftir 2 vikur? Jú, það ég held að séu 2 vikur sléttar í það og það verður fyrsta beina útsendingin á Stöð 2 Sport verður að mig minnir 31. þar sem að við fáum að sjá 2 lið sem ætla sér stóra hluti í vetur með Chicago og Cleveland. Já, okkurlega. Það verður svakalegt að fylgjast með því. Það verður magna. Baldur Beck, þakka kærlega fyrir góð tíma og ég biðst afsökunar hvað ég held er alltaf vakandi en ég veit að þú ert ekkert sofandi. Nei, þú tekur sjansinn á að heyri mig svo að segja. Já, svo sannarlega og svo eftir árum og það verður heldur betur NBA veisla hjá okkur. Heldur betur, kvældum minn. Bestu þakkir. Kæra þakkir. Já, Bless. Já, sportáttur verður ekki lengra sinni, enda komið miðnætti, búið heilmikið veisla, landsleikur í kvöld og fleira og við ætlum að taka í næsta þætti, ætlum að heyra mitt aftur í Þorstein Hauki og svo eru náttúrulega NBA spjalli og fleira framöndan en minni enn og aftur á leikina sem eru framöndan í handboltanum í Vallaskóla, það er náttúrulega hörkuleikur þar í fyrst til karla eins og komum inn á fyrir kvöld, það er leikur Selfoss Milan sem hefst klukkan 7:30, svo í Grávói er það Fjölnir Víkingur og Hamrandi KR í Höllin Akureyri og í Kaplakrika er það svo IH Þróttur klukkan 8:30. Svo föstudaginn í Víkinni er Víkingur Milan og í Hersvellinni Grótta Fjölnir og sunnudaginn í KR-heimilinu er KR IH. Nú í Ólisteild kvenna það eru einn leikur annað kvöld, það eru Haukar IBVF og sáleikur er klukkan 7:30 í Kaplakrika er svo FH HK klukkan 7:30 á föstudaginn og svo laugardaginn er klukkan 7:30 í Vodafone-vellinum Valur Grótta Fram Stjarnan í Framhúsunum í Austurbergi er IR Fylkir klukkan 4 og Selfoss KA Þór klukkan 5 á Selfossi og svo klukkan í Ólisteild karla afsakið, það er á fimmtudaginn Akureyri FH klukkan 7 og í Digranesi klukkan 7:30 HK IR í TM-höllinni líka á sama tíma Stjarnan Fram og Afturölding Haukar og laugardaginn í Vodafone-höllinni Valur IBVF klukkan 4. Ég heiti Gestur Hæli, þakka fyrir spjalli hlustunin í kvöld. Heyrjumst fersk eftir viku. Svo minni ég að sjálfsögðu á aðal íþróttaviðburð landsins eða bara í Evrópu í dag. Það er náttúrulega Evrópumóti hópfimleikum sem fer fram í höllinni. Það er ennþá hægt að kaupa sér miða. Kostar aðeins 1500 kall sem er ekki neitt. Farið á miði.is og kaupa ykkur miða. Svo er leikur í 21 árs kalla á morgun á Laugardagsvelli klukkan korter yfir 4. Það er Ísland-Danmörk. Stórleikur þar á ferð. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með Gesti frá Hæli.